Föstudagsþátturinn heldur áfram og við erum komin aldeilis á jólalegar nótur því að hingað úr fjöllunum eru komnir til mín hvorki meira en minna en Kjötkrókur og Þvörusleikir, verið velkomnir. Takk fyrir. Heiðursmenn, hvernig er að vera jólasveinn á þessum tímum? Það er mjög dásamlegt. Já, mjög þægilegt að mörgu leyti. Já, þið berið ykkur bara vel? Já, við reynum okkar besta allavega. Já. En það er búið að vera vesen eins og með skógjafirnar. Þegar allt er lokað, þá er ekki búin að vera neinar útsölur, sjáðu til. Nei. Þannig við erum búin að þurfa að vera að smíða svolítið margar gjafir sjálfir. Já, þeir voru hættir því, bara farnir að kaupa. Já, við áttum svo tækniveitir, sjáðu til. Já, við erum líka komnir á, fésbók og eitthvað svoleiðis. Já, það er alltaf verið að setja okkur allstaðar. Já. Við erum að smíða svona kalla, svo þennan, þú þekkir þennan. Þetta er náttúrulega gullfallegt. Já, þetta er að leppalúði. Já, þetta er Grýla, hún er ekki svona myndaleg samt. Nei, jú, þetta er svaka skvísa, látið ekki svona. Hún lítur svo sem allt í lagi út. Já, þarna. Já, þannig að þið eruð að dundi, þetta er það sem krakkarnir ekki geta átt von á. Það gæti verið. Það gæti nefnilega verið. Svo höfum við verið með mikið af sýningum svona eins og í sumar. Já. Og þá höfum við verið að kynna Íslendinga núna, við höfum líka mikið verið með útlendinga að kynna þá fyrir okkur, okkar hefðum og hvar við búum. Í Dimmuborgum. Já. Þegar við fluttum frá foreldrum okkar. Já, búið núna bara í Dimmuborgum. Búið núna í Dimmuborgum. Hvað heitir þetta aftur hjá okkur? Það er Piparsveinahellirinn. Á svona COVID-tíma við erum náttúrulega búin að vera í mikilli einangrun. Já, auðvitað. Og það kom ekki margir í heimsókn, en við fengum nokkra í heimsókn í sumar. Já. Síðan bara allt í einu lokk og læs og við þurftum að fara að hlýða Lerki. Það var innana. Já, Birki. Já. Nei, Ösp. Já, Ösp, við ætlum að hlýða Ösp. Allir hlýða Ösp. Já. Þannig að við sendum allir í burtu og sem gerði það verkum að hurðarskellir er bara búin að vera á hurðarhúninum út alla borgir. Já. Hvernig nú eru þið það margir bræðurnir? Hefur það ekkert spilað inn í, eins og með fjöldatakmarkanir? Já, við tókum það bara upp fyrir okkur að við erum náttúrulega 13 bræðurnir og við erum fullt af systkinum. Já. En við megum bara vera eitthvað margir saman. Við kunnum ekki að tellja rosalega mikið. Það er mjög mismikið. Já. Þannig við tókum bara það ákvörðun að vera bara 2. Já. Við sendum hina bræðurna, þeir eru allir í mjög góðum verkefnum. Já. Mjög nauðsynlegum verkefnum. Já. Þannig að þið hafið haft hellinn þá bara út af fyrir ykkur, eða? Já, svona mest megnis. Svona seint á kvöldin koma stundu bræðurnir tilbaka. Já, svona einhverjir þeirra allavega. Sem rata heim. Þá þurfum við að fá pottaskifil. Hann þarf að setja pottinn. Hann þarf að koma með pottinn þannig við getum fengið að borða þó svo að Þvörusleikir hræri, Við þurfum pottinn. Já. Þetta er samvinna. Og síðan náttúrulega ef við getum ekki sofnað þá verðum við helst að fá stúf svo hann geti sungið vögguvísuna sína. Já. Það er eina sem virkar fyrir okkur bræðuna. Já, einmitt. Þið hafið ekkert fundið neitt annað sem að hjálpar við það. Nei, nema náttúrulega skýrjarmur. Já. Hann sofnar bara þegar hún dettur í hug, kallinn. Já, og þegar hún dettur ekki í hug, því hann er ekki búinn að fatta það þegar hann sofnaði. Nei, já. Það gerist að hann týnist að því hann sofnar bara einhvers staðar. Og þurfið þið þá að leita að honum, eða? Já, það hefur komið fyrir. Þeir eru með að því núna, gluggagægir og bjúknakrækir að leita að skýrjárn. Já. Þannig að þetta er svona eins og Björgunarsveit, ykkar bræðra. Já, þetta er Björgunarsveit jólasveinanna. Já. Það er svona hliðarverkefni. Já. Einmitt. Og þannig að, en hefur þessi einangrun og svona gert að, hefur árið verið öðruvísi þess vegna fyrir ykkur svona heilt yfir út af þessu öllu? Ég myndi nú segja það, já. Við viljum alltaf fá fullt af gestum, það er svo gaman. Já, og eins og þú segir, hvað segið þið við útlendinga þegar þeir hafa mátt koma? Ég segi bara góðan daginn, ég tala ekki ensku. Já. Þannig að það hefur svolítið fallið í minn hlut. Ég fór og lærði ensku til þess að tala við þá. Já. En við höfum nú bara verið að segja frá okkur bræðrunum. Eitthvað sem þú svo sem veist sennilega. Já, bara svona einmitt af ykkar. Til með fyrir hvað við erum myndalegir og fallegir og skemmtilegir. Já, og bernsku brek og alls konar. Já. En hvernig er með foreldri ykkar núna
á þessum síðustu verstu, heilsast þeim ágætlega, hafið þið hitt þau eitthvað? Sko, Leppalúði náttúrulega sallarólegur, hann alltaf vappandi svona Dimmuborginnar, hann alltaf að syngja hann eitthvað lag. Don't worry, be happy, eitthvað syngjandi það, hann mjög rólegur. Hann hefur það rosalega fínt. Já. En Grýla, hún nefnilega að reyna að verða vegan. Já. Hún að reyna að hætta út af þessi barnaáta. Þetta var orðið leiðinda vandamál innan fjölskyldunar. Nú, það svoleiðis. Já, það nóg að þurfa að reyna að halda aftur af jólakettinum ef við þurfum ekki líka að hugsa mömmu. Já. Þannig að mamma, sko, hún með alveg risa gróðurhús í garðinum. Já. Mjög stórt. Já, rosa stórt. Hún bara búin að vera að eyða tímanum sínum í COVID bara að reyna að rækta hluti þar. Já. Hún segir að það sé fínt. Við höfum svo sem ekkert heimsótt hana núna undanfarið. Nei. Við erum búin að reyna að undirbúa okkur fyrir desember. En já, eðlilega. Ég að spá í sko að því að nú eru þeir sem eru vegan og grænmetisætur svona ofta að reyna að búa til einhver buff sem líkja eftir sko uppáhalds kjötfæðutegundunum. Hefur hún eitthvað verið að vinna í því með sko barnasteikurnar? Ætli það sé þetta sem þarna í bakskúrnum? Það hefur örugglega verið þannig sem við fundum upp barnaborgaran á hamborgarastöðunum. Já, þannig kom barnaborgarinn, já. Nei, ég held ekki. Nei, við skulum sleppa því. En ég veit það ekki. Nei. Hún borður rosalega mikið á svona veganesti. Já, hún í því líka. Hún í því, en hún fá rosalega mikla orku úr því. Úr veganestinu. Já. En kunnum ekki við að segja henni að þetta sé ekki vegan. Nei, það er bara ágætt, hún haldi það. Já. Þá þurfum við bara að hlaupa. En nema Stúfur, hann lendir oft illa í því. Nú. Það nefnilega þannig í Dimmuborgum. Já. Þá þegar þú lappar niður og hallaflutina fram hjá fallaða hellinum, Þurusleikishelli. Hann ekki fara þangað, það rosa vond lykt þar inni. Hún ekkert svo slæm núna. Við erum ekki búin að fara í bað í ár. Við förum ekkert í bað. Víst förum við í bað? Nei, við ætlum að líða ösp og ég fer ekki í bað. Við þurfum samt að fara í bað. Já, nei, allt í góð. Þið komist örugglega niðurstöðu í þessu stóra baðmálinu. Vonandi. Já, það nefnilega erfitt með þessar sumarbræður okkar. Þeir vilja ekkert fara í bað. Nei. Og þú getur ímyndað lyktina af þeim þegar við erum búin að vera í hellinum í heilt ár. Já. Það ástæða fyrir að við höldum 2 metrunum hérna á milli okkar. Ekki bara eitthvað að hlýða ösp, sko, það bara lyktin. Það lyktin, já. Það kannski að fólk ætti að tileinka sér þetta almennt í samfélaginu. Já, ég held það. Og gerðist þessar sóttvarnir bara sjálfur sér. Áttu það við að fólk eigi að tileinka sér að fara ekki í bað. Já. Nei. Ég nefnilega fullkomlega sammála honum. Já. Nei, það ekki sniðugt. Þú getur nú ímyndað verið í helli með 14... Hinum bræðrunum. Já, við erum svo 10 bræður sem eftir eru eða eitthvað. Já. Og það allir lyktandi eins og hann. Já, einmitt, þetta En nú eru þið búin að leggja á ykkur allan þennan undirbúning og hvernig það, sko, ef það eru krakkar og bara fólk á öllum aldri, þannig úti sem langar til þess að hitta á ykkur fyrir jólin, hvernig á það að bera sig að því? Það hægt að fara nokkra leiðir að. Við þurfum náttúrulega fyrst og fremst bara að hlýða og fara eftir öllum reglum sem okkur verða settar. Staðan eins og núna þá ætlum við að prófa að vera með svona sýningu fyrir það marga sem við megum hafa. Já. Eins og staðan í dag, þá megum við bara vera 10. Ekki 10 manns sem mega að koma? Jú, fram til 1. des allavega og við sjáum hvað gerist. Þá að koma skoðanda og við vonum að við fáum skilaboð megum taka á móti aðeins fleirum. Því að við höfum svo gaman að fá fólk í heimsókn og við viljum endilega að allir geti komið. Já. Og við höldum að það verið eitthvað verið að panta á netinu held ég. Já. Að fá að koma því að menn þurfa að panta fyrirfram út af þessum bönnunum. Já. Og það náttúrulega hægt að finna þetta bara inn á samfélagsmiðlum. Það eru jólasveinarnir í Dimmuborgum. Já, þeir eru á Instagraminu og Facebookinu og kílógramminu. Já, heldur betur. Það nóg að kílógrammum. Þannig að við hvetjum auðvitað alla sem að vilja að kynna sér hvar hægt að hitta á ykkur til þess að gera það og mæta í Dimmuborgir. Já, við lögum sko til. Það náttúrulega með að mæta. Þetta náttúrulega erfitt hugtak
En við mælum náttúrulega með allir skoði hjá okkur á netinu. Við erum með miðasölu í gangi. Miðasöla, já. En það kannski hættulegra að mæta ef það mega bara 10. Já, einmitt, algjörlega, sko, ég meina það, sjálfsögðu. En ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna til mín. Bara takk kærlega fyrir okkur. Sönn ánægja og ég bara segi gangi ykkur vel í undirbúningi jólanna. Takk fyrir það kærlega og sömuleiðis. Það var mjög gott viðtal hjá þér og stóðstu vel. Og takk.